Þá ætlum við að byrja þetta og byrja á því að tala leikinn í ljósi sálkönnunar eða Sigmund Freud. Sigmund Freud upphafsmaður sálkönnunar sem hann notaði til að lækna geðsjúkdóma. Hann var uppi árin 1856 til 1939 og hann kom upp með þessa persónuleikakenningu þar sem hann talar frumsjálfið, sjálfið og yfirsjálfið, og þetta mjög mikilvægt af því þetta í rauninni uppi staðan í kenningum hans þessi þríþætting sjálfsins. Það frumsjálfið, sjálfið og yfirsjálfið. Og hann vill meina að sálarlíf mannsins, eða hver við erum, stjórnast af frumsjálfinu og yfirsjálfinu og togstreitinu á milli þessara tveggja, frumsjálfinu og yfirsjálfinu. Og þannig myndi yfirsjálfið vera nokkurs konar innri hömlur sem takmarka frumsjálfið og beislar hvati þess með að leggja á það siðrænt mat, sem þá samviskan. Og milli þessara tveggja andstæðu afla birtist svo sjálfið. Og frumsjálfið frumstæðsti þátturinn á persónleikanum og þar allt bara óbeislaðar hvatir og þarfir og bara ég vil og ég vil fá og allt þetta. Freud taldi að hvatirnir stjórnuðust af einu lögmáli sem væri vellíðunarlögmálið og þessu lögmáli fullnægt þegar einstaklingurinn fær útrás á hvötum sínum. Hann alltaf leita sér leiða til að líða vel. Andstæðan síðan á frumsjálfinu yfirsjálfið og yfirsjálfið, ef við eigum að kalla það, getum bara hreinlega að kalla það samviskan því það reynir svona að setja smá hömlur á frumsjálfið sem hvatirnar. Milli þessara afla þá sjálfið sem þriðji þátturinn í þessu og smá saman þegar veruleikaskyn barnsins fer að þroskast og barnið tekur að aðlaga hegðun sín og athafna kröfum hins félagslega og efnislega veruleika að þá kemur sjálfið fram. Þá þetta ekki lengur þessi mikla barátta heldur þarna einhver millidæmi og þá fer veruleikalögmálið að láta til sín taka. Þetta hljómar rosalega flókið og bjagað og allt það, en við förum aðeins nánar yfir þetta hérna eftir. Hlutur sjálfsins sem sagt að draga úr baráttunum á milli hins óseðandi frumsjálf sem ég vil og ég vil fá og allt það og þrýstingsins á kröfum yfirsjálfsins með við eigum ekki að láta svona, við eigum að slaka á og við eigum að þjóðið það. Þannig að sjálfið vitræni þátturinn, frumsjálfið hvatræni þátturinn og yfirsjálfið siðræni þátturinn. Og þróun barnsins einkennist af stöðugri togstreita á milli þessara sjálfsbrotnu hvata, þarfa og óska annars vegar og hins vegar kröfur frá veruleikanum og siðgæðinu, að við eigum ekki að láta svona. Þegar við förum svo að spá í leikinn og Freud, að þá vill hann meina að þetta sé mikið til undir meðvitundin og í gegnum leikinn þá fá börnin útrás fyrir innibyrði tilfinningar og beina þeim inn á jákvæðar brautir. Raunveruleikinn andstæðan á leiknum. Í leiknum barnið sjálft við völd og getur varpað eigin kvíða og árásarhug á aðra hluti og persónur. Þannig leikurinn orðið leiðin fyrir börn til að endurspegla ómeðvitað langanir og hvatir sem þau erfitt með að tjá beint og leikurinn því spegill sálarlífsins. Og hann tengir þetta við þessa þríþættingar kenningu sína með frumsjálfið, sjálfið og yfirsjálfið, að þarna í leiknum gefst barninu tækifæri til að fást við innri árekstarana af milli þessara þátta. Af því í heimi raunveruleikans getur barnið ekki fengið allar sínar óskir uppfylltar. En leikurinn svona tæki barnsins til að breyta veruleikanum eins og það vill hafa veruleikan og ryðja burtu þessum hindrunum sem veruleikin setur því. Og í leiknum þá geta óskirnar ræst. Barnið getur látið í ljósi óheft tilfinningar eins og reiði, afbrýðisemi og árásargirni sem það getur ekki sýnt í heimi raunveruleikans. Af því þar alltaf einhver höft og þar einhver sem kemur og segir þú mátt ekki gera þetta svona. Og með því að endurtaka í leik þar sem veldur því kvíða eða vonbrigðum getur barnið sigrast á erfiðleikum sínum. Til dæmis vill hann meina að þegar barn hendir brúðunni sinni í rusli þegar það afbrýðisamt í garð nýfædds systkinis. Það hendir ekki systkininu í rusli en það hendir dúkkunni. Endurtekningarhvötin í leik sem stór hluti af leik barna og hann bendir á að börn endurtaka oft sama leikinn, jafnvel þó sé ekki sérlega ánægjulegar. Og hann vill meina að þetta sé tilraun barnsins til að fá stjórn á aðstæðum sem vekja því kvíða eða óvissu.
og með því að endurtaka alltaf aftur og aftur er barnið að reyna að fá valdi yfir þeim tilfinningum sem aðstæðurnar vekja. Dæmi um þetta er að hann segir frá sínu barnabarni sem kastaði leikfangi frá sér og kallaði bæ og kallaði síðan komdu aftur. Og hann taldi þetta vera leið barnsins til að takast á við aðskilunarkvíða með því að leika það sem það upplifði. Leikur og kynferðislegu þroski, það er alltaf svona smá kynferðisleg undiralda í kenningum Freuds og hann vildi meina að leikurinn gæti endurspeglað fyrstu stig kynferðisleg þroska þar sem börn kanna líkama sinn og hegðun annara í öruggu umhverfi. Og hann tengdi þetta við kenningar sínar þroskastig kynhvatarinnar. En við ætlum ekki að fara í það hér núna, því hér erum við bara að fjalla leikinn. Hann taldi leikinn vera undirbúning fyrir raunveruleikann. Leikurinn veitir barninu tækifæri til að æfa sig í félagslegum og tilfinningalegum aðstæðum sem það mun síðar mæta í lífinu. Þannig þá er það búið að æfa sig í að gera hlutina. Í leiknum fær barnið að prófa mismunandi hlutverk og hegðun, til dæmis foreldrahlutverkið í dúkkó. Að þá ertu að prófa að vera mamma eða pabbi og allt það. Ef við horfum síðan á þessar kenningar hans Freuds og leikinn, að þá lítur Freud á leikinn sem útrás fyrir bældar tilfinningar. Leikurinn gefur barninu örugt svigrúm til að tjá tilfinningar sem það getur ekki tjáð með orðum. Þetta er leið til að hjálpa við að þroska sjálfið og yfirsjálfið, því þarna læra börnin að stjórna hvötum sínum og laga sig að félagslegum viðmiðum. Og svo er það tenging við drauma, að hann líkti leiknum við drauma, af því að hvortveggja eru aðferðir undirmeðvitundarinnar til að vinna úr tilfinningum og reynslu, bæði þegar maður dreymir og þegar maður er að leika, að það er maður að tengja. Áhrif Freuds á uppeldisfræði og leikskólastarf er síðan að skilja hvernig leikurinn endurspeglar innra líf barnsins, það hjálpar kennurum og foreldrum að styðja við tilfinningalega þroska. Hugmyndir Freuds hafa haft áhrif á sálfræðilega nálgun í leikskólastarfi, sérstaklega varðandi mikilvægi þess að skapa örugt umhverfi þar sem börn geta tjáð sig í leik.